kynningafund sem að Samtök sveitarfélaga standa fyrir í dag. Páll heiti ég og starfa sem framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga og ætla að stýra þessum fundi. Þessi fundur verður með þeim hætti að við erum með 2 frummælendur, annars vegar Bjarka Þorsteinsson sem er formaður vinnuhóps öldrunarþjónustu á Vesturlandi og Bjarki verður með megin kynningu fundarins en við erum líka með hann Guðmund Hermannsson frá KPMG sem ætlar að kynna niðurstöðu skýrslu sem að hann og félagar hans hjá KPMG unnu fyrir okkur varðandi rekstur hjúkrunar- og dvalarheimila á Vesturlandi. Ég ætla ekki að hafa þennan inngang mikið lengri. Ég veit að Bjarki mun í sinni kynningu segja aðeins frá störfum hópsins og hvernig hann skipaður og annað slíkt. Þannig að ég held að sé bara rétt að við vindum okkur í efni fundarins og ég gef Bjarka Þorsteinssyni orðið. Gjörðu svo vel, Bjarki. Já, kæra þakkir og komið þið sæl öll og takk fyrir þetta tækifæri til að fá að kynna skýrslun okkar sem að hefur nú litið dagsins ljós og þið hafið vonandi öll fengið senda í tölvupósti núna fyrr í vikunni og ég ætla að fara í gegnum svona megin þætti hennar en síðan mikilvægt að taka samtalið í kjölfarið og síðan kemur hann Guðmundur Hermannsson frá KPMG svona einhvern tímann inn í kynningunni á mér og hleypur í gegnum úttektina sem að KPMG gerði á öldrunarheimilunum hér á Vesturlandi og síðan kem ég aftur og held áfram og fer yfir niðurstöðuna. En eins og segi, mikilvægt að við aðeins, ef það eru einhverjar spurningar og eða vangaveltur að við náum samtali um það. Það er að deila með ykkur skjánum mínum, þannig að þið sjáið glærur og spurning hvort þið sjáið ekki glærurnar mína núna? Jú, það sést. Flott. Heyrðu, þá við kölluðum okkur samráðshópum öldrunarmál á Vesturlandi og við urðum til í kjölfar þess að velferðarstefna Vesturlands var samþykkt árið 2019 og gefin út formlega snemma árs 2020 og í þeirri tillögu var lagt til að það er skipað samráðshópur sem er þá þessi hópur sem er hér að kynna sína afurð. Og við tókum til starfa í september árið 2020 og stefnan var að við líkjum störfum í maí 2021 en það var aðeins framhald á vinnunni þannig að fyrir áramótin kláruðum við okkar vinnu og þannig að hér erum við stödd og þetta er skipan vinnuhópsins að þær voru með mér í starfshópnum, það er Svala Hreinsdóttir, sviðsstjóri velferðar og mannréttindarsviðs Akraneskaupstaðar, Þura Björk Hreinsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá HFF og Ingveldur Eyþórsdóttir, yfir félagsráðgjafi hjá félags- og skólaþjónustu Snæfellinga og svo unnu þeir náið með okkur kapparnir fyrir hönd SSVF, þeir Páll og Sigursteinn, fagstjóri menningar og velferðarsviðs og kann ég öllum þessum aðilum kæra þakkir fyrir gott samstarf og samskipti. Það gekk afar vel. Við sjáum ennþá bara upphafsglæruna held ég, allavega ertu búin að fletta eitthvað eða? Já, ég er að fletta alveg á fullu. Það er spurning komin á undan, ég veit ekki. Hvað veldur býtu nú við. Nú er þetta farið að hreyfast Er þetta nú að gerast? Já. Já, þetta er það sem ég var að tala í kringum. Hópinn og skipunartímann. Er hlutverk og markmið. Þakkaði fyrir Magnús að benda mér á. Ég hefði getað talað út í eitt og þess að fatta nokkuð. En samkvæmt erindisbréfinu þá var hlutverk og markmið hópsins að komið tillögur af því hvernig við getum eflt öldrunarþjónustu með auknu samráði sveitarfélaga, heilbrigðisstofnunar Vesturlands og hjúkrunar- og dvalarheimila. Meðal annars varðandi samstarf varðandi heimahjúkrun og heimilishjálp og að leita leiða til að efla öldrunarþjónustu með innleiðingu á nýrri tækni og horfa til nýsköpunar verkefna. Og þannig að við héldum 21 fund og hópurinn hefur aldrei hist í raunheimum. Við höfum notað Teams í rauninni og við höfum verið, þessi hópur hann hefur starfað á COVID-tíma, fordæmalausum tímum, þannig að við höfum ekki náð að horfa í augun á hvort öðru
fundi í raunheimum. Við höfum líka hitt þó nokkuð marga aðila til að ræða hérna ýmsu mál og ýmsar hliðar og haldið kynningarfundi á leiðinni. Verkefnin voru í rauninni, meginverkefnin voru 3. Það er að segja að standa fyrir námskeiði fyrir starfsfólk í öldrunarþjónustu, gera úttekt á rekstri hjúkrunar- og dvalarheimila á Vesturlandi sem hann Guðmundur kynnir fyrir okkur og koma með tillögur að tilraunaverkefnum aukna samvinnu og samþættingu í öldrunarþjónustu á Vesturlandi. Og varðandi fyrsta liðin námskeið fyrir starfsfólk í öldrunarþjónustu að það varð töluverð umræða á fyrstu fundum okkar í rauninni þörfin á því að efla fræðslu fyrir starfsfólk í öldrunarþjónustu og í rauninni kannski reyna líka að ná þeim hóp saman sem að sinnir öldrunarmálum í sinni víðustu mynd hér á Vesturlandi, að bæði starfsfólki öldrunarheimilina eins frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands og ekki síst félagsþjónustu sveitarfélaga. Þannig að það var ljóst að það var mikilvægt að styðja við og efla það fólk sem að sinnir þessu starfi með markvissri fræðslu og við leituðum til Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands að standa fyrir röð námskeiða fyrir starfsfólk og þær Svala og Þura voru í rauninni okkar tengiliðir, megin tengiliðir við síðan starfsfólk Símenntunarmiðstöðvarinnar og þau Inga Dóra Halldórsdóttir og Magnús Mári Snorrason voru í rauninni okkar helstu tengiliðir þar, þó að örugglega hafi fleiri komið að því verkefni þar, þeim megin. Og við héldum og höfum haldið nú þegar 5 námskeið og þau voru í rauninni öll haldin einnig á rafrænu formi og þau voru aðgengileg í alltaf 2 vikur fyrir þá sem að voru skráðir og við náðum því þannig að námskeiðin voru starfsmönnum algjörlega á kostnaðarlausu, sóknaráætlun Vesturlands greiddi meginþorrann og síðan fengum við stuðning frá starfsmenntasjóðum stéttarfélagana til þess að standa undir þeim kostnaði sem að til kom. Þessi námskeið fjölluðu streitutíma og orkustjórnun, öldrunarsjúkdóma, persónuvernd í heilbrigðis- og félagsþjónustu, næringu aldraðra og líknar- og lífslokameðferð og voru öll vel sótt. Og annar liðurinn, rekstur hjúkrunar- og dvalarheimila á Vesturlandi, að þar ætlar hann Guðmundur að koma inn en forsagan að því að við fórum á stað í þennan þátt var það að stjórn Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi fór þess á leit við okkur að standa fyrir úttekt á rekstri hjúkrunar- og dvalarheimila í kjölfar umræðuna og í rauninni eilíðar umræðu erfiða rekstrarstöðu hjúkrunarheimilana á landinu og við gerum samning við KPMG í kjölfarið og í rauninni var þetta í kjölfar þess að hinn svonefnda Gylfanefndar skýrsla var gefin út og þar í rauninni hélt KPMG og Guðmundur og hans starfsfólk utan alla gagnaöflun þannig að það var töluvert til af gögnum og við bættum síðan við því sem að upp á vantaði og sóttum til heimilana til að skýrslan yrði fyllri og nær okkur í tíma líka. Þannig að og við þökkum forráðamönnum öldrunarheimilana fyrir og sveitarfélagana sömuleiðis fyrir þau gögn sem að voru send hæl tilbaka. Þannig að það er spurning Guðmundur hvort að ég bara gefi þér ekki núna skjáinn og orðið. Já, komið sæl. Ég er Guðmundur í KPMG, verkefnastjóri á ráðgjafarsviði. Það er það spurningi á hvort að ég deili ekki bara skjánum hérna hjá mér. Jú, þetta ekki bara... Það sé ekki auðveldast. Já. Er þetta komið hjá ykkur? Já. Sjáum við skjáin núna? Já. Já. Já, sem eins og hann Bjarki kom inn á þá fengur okkur í að vinna kannski smá greiningu á rekstri heimilana á svæðinu og má kannski skipta það upp í annars eða kannski bara greiningu á hverju heimili fyrir sig, síðan reyna að ná heildstæðu yfirliti yfir fjórðunginn og síðan gerum við samanburð við niðurstöður Gylfaskýrsluna eins og hún kölluð sem skýrslan sem að heilbrigðisráðuneytið gaf út í apríl í fyrra og það sem að hefur verið gerð
greiningar og rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila landsins. Og eins og hann nefndi þá komum við að þeirri vinnu jafnframt, þannig við svona töldum okkur hafa ágæta sýn á málin. Kannski svona aðeins til upplýsingar þá og þeir forstöðumenn sem aðstoða okkur í gagnaöfluninni að þá var reynt að einangra svolítið greiningun á rekstur hjúkrunarheimilanna sem slíkra. Þannig að hjá einhverjum heimilum ákveðnir þættir undanskildir. Það má til þess nefna íbúðir hjá Silfurtúni og svo náttúrulega hjá Höfða sem umfangsmikil dagdvöl og rekstur ferðaþjónustu fatlaðra og aldraðra. Þannig að þessi þættir voru teknir til hliðar og reynt á að svona horfa algjörlega á bara rekstur hjúkrunarheimilanna. Og þið endilega búntið hjá okkur spurningar eða hóið inn eftir sem vakna kannski taka spurningar í lokin, var það ekki Páll eins og vildum taka þetta? Jú, við tökum svo spurningar í lokin. Svo kannski byrjum bara á fyrstu glæður, þá reyndum við að taka bara svona ná aðeins heildstæð yfirliti yfir fjórðunginn sem sýnir kannski bara aðeins hvernig tekjur og gjöld hafa þróast í 4 ár. Það er að segja 2017 til 2020 sem voru þá nýjustu gögnin. Það sem náttúrulega hefur kannski gerst, tekjur sérstaklega náttúrulega frá ríki sem standa undir reksturum að stærstu hluta hafa vaxið en jafnframt kostnaðurinn og kannski sem að maður tekur kannski helst út þarna það kannski hvað rekstrarafkoman án framlags sveitarfélaga hefur farið versnandi með tímanum. Þið sjáið neðst að árið 2017 var rekstrarafkoman jákvæð 93 milljónir en var neikvæð 45 milljónir í fyrra þrátt fyrir að sveitarfélögin sé að leggja til 280 milljónir. Já, þarna einhver kom inn með hljóði. Þannig að þetta kannski tæplega 150 milljónir á sveifla þarna sem til verri vegar, skulum við segja, á þessum 4 árum. En förum bara yfir næstu glæri, þá bara tók við rekstrarlið 2020 þarna og sundurliðum á heimilin. Þau náttúrulega eru með misjafnan rekstur, misumfangsmikinn og þetta ekki hægt að líkja alltaf fullu liti saman. En það eru alltaf þessi stóru liðir, það alltaf launakostnaðurinn sem hefur verið bilið 85 og upp í 100% af í rauninni daggjöldum frá ríki. Förum aðeins betur í þetta á eftir. En það má til að sjá að án framlags sveitarfélaga eru 5 af 7 heimilum rekin með halla 2020. Síðan gerðum við þessar greiningar og það sem við gerðum, við vorum svolítið að vinna að reikna okkur niður á tekjur og gjöld per rými, það er hjúkrunarrými. Það svipað og gert í kílóskýrslunni. Þannig þá höfum við svolítið að skoða hvernig þessar stærðir þróast hjá einstaka heimilum og síðan tökum við svona fjórðunginn í heild sinni og berum það saman við hvernig staðan á landsvísu. Kannski svona smá inngangur að þetta þá í rauninni eins og við erum að skilgreina hjúkrunarrými svæðisins. Þá erum við annars verið með svona hefðbundnu hjúkrunar- og dvalarrými sem við erum að segja séu 212 fyrir svæði í heild. Þá erum við að taka aðeins til hliðar þessi dagdvalarrými og sem kannski stundum skekkja aðeins myndina og það svona að reyna að leiða út hvernig tekjur og gjöld að þróast með við þennan rekstur á þessum 212 rýmum. Þetta var það bara aðeins en þá kannski smá inngangur samsetningu tekna. Það eru þarna daggjalda-greiðslur frá ríki sem eiga standa undir almenn rekstrarkostnaði heimilanna. Öðrum en húsnæðiskostnaði, þannig að það þá launin og sem sópa til sín ansi mikið af þessu og svo þessi almenni rekstrarkostnaður. Það sér gjald frá ríki sem á að standa undir rekstrarkostnaði fasteigna, það viðhaldi fasteignagjöldum, tryggingum og svo framvegis. Og síðan eru svona aðrir þættir sem náttúrulega greiðslur frá sveitarfélögum í einhverjum tilfellum og kostnaðarþátttaka íbúa, styrkir, gjafir og svo framvegis.
En eins og sjá má hérna þá eru greiðslurnar frá ríki að standa undir 90 til 97% hefur það verið af heildartekjum heimilanna á þessu tímabili. Og það er náttúrulega kannski aðeins eins og hérna 2020 að þá hérna til dæmis framlag í Stykkishólmi en skekkir aðeins myndina. En það var kannski meiri svona einskiptis, það er kannski ekki hægt að líta á það sem svona hvernig þetta er almennt. Ef við byrjum bara á daggjöldum, það sem við flokkum sem daggjöld eru þá innheimta greiðslur og Sjúkratryggingum Íslands sem á kostnað þáttaka íbúa. Það sem við gerum þá að reikna hérna, bara hvernig þau hafa verið þróast með hvert hjúkrunarrými. Og við sjáum hérna dekkri súlurnar þá Vesturland og til samanburðar þá landsmeðaltalið samkvæmt Gylfaskýrslunni. Og við sjáum að Vesturland í heild sinni, þetta síðan hérna í töflunni sundurliða heimili og svo Vesturland, að Vesturlandi hérna aðeins undir landsmeðaltalinu og kemur kannski svona svolítið, kom okkur svolítið óvart að öll heimilin eru undir landsmeðaltalinu, þrátt fyrir að sumir séu með nokkuð háan hjúkrunarþyngdarstuðul. Og eins og þetta kom svolítið óvart. Og kannski bara svona til sem dæmi, ef maður myndi útfæra hérna, ef við gefum okkur öll heimili kæmust upp í þetta landsmeðaltal, þá jafngildi það kannski tekjum upp á 266 milljónir króna á ári og sem vissulega myndi muna. Næsti liður kannski launakostnaðurinn sem náttúrulega kannski lykilstærð í rekstri heimilanna og það þá kannski svona með tvennum hætti sem við skoðum það. Það var þá þessi laun per rými annars vegar og hins vegar launahlutfallið. Laun per rými náttúrulega líkt og tekjurnar aðeins breytilegt eftir heimilum sem náttúrulega fer eftir samsetningu á starfsmannahópnum og svo framvegis, komum meðal annars inn á það á eftir. En síðan það launahlutfallið og þá erum við að tala um launahlutfall, launakostnaði sem hlutfall af þessum daggjöldum og eins og sjáum að það einungis 2 heimili sem eru með undir 90% launahlutfall árið 2020. Önnur heimili eru 95% og ofar sem það kannski nokkuð ljóst að gengur illa til frambúðar af því að þá á eftir að standa undir öllum öðrum rekstrarkostnaði heimilina. En við erum 16% af tekjum að meðaltali ef hort er á öll í heild sinni. Þannig að þarna náttúrulega og þetta svo ekkert einsdæmi, við sjáum að landsmeðaltali 91% árið 2020. Þannig að þetta er ekki vandamál sem einungis á Vesturlandi, þetta náttúrulega bara vandamál hjúkrunarheimilina almennt. Og náttúrulega þáttur sem þarf einhvern veginn að skoða. Og sér í lagi ef maður horfir á svona viðmið landlæknis fagmönnun og umönnun og klukkustundur og svo framvegis sem komi líka aðeins betur inn á eftir og þá einhvers stað þættir þarna sem ekki að tala saman. Skoðum bara jafnframt aðeins laun per stöðugildi. Þau eru svo sem sambærileg fyrir Vesturlandið og landið í heild sinni þó svo að þetta sé náttúrulega breytilegt milli stofnana. Þar eru aftur með samsetningu starfsmannahópsins og framvegis. Þannig að svo sem ekkert hins vegar kannski áhugavert að það alltaf 30% munur meðal launum per stöðugildi milli heimila en eins og það náttúrulega geta verið ýmsar ástæður þar að baki. Annar rekstrarkostnaður, þetta kannski sýnir aðeins að við skoðum þetta ansi djúpt. Annar rekstrarkostnaður í heild sinni fyrir fjórðunginn bara í samræmi við það sem gengur og gerist. Auðvitað heimilin misjöfn og rekstrarkostnaðurinn mistungur eftir liðum. Sem dæmi má alveg nefna lyfjakostnaður hefur nokkuð hára jaðri og fellsenda sem dæmi en mótið aðri þættir lægri og svo framvegis. Þannig að svona heilt yfir svo mikið hægt að benda á ákveðna þætti þarna sem að endilega mættu betur fara. Þetta eins og þarna bara þörfin misjöfn og
og í heildina litið þetta bara í takt við það sem að virðist vera almennt á landsvísu. Ef við skoðum aðeins stöðugildina, því komum aðeins inn á þau áðan, að ef við skoðum stöðugildi per rými þá eru þau aðeins færri á Vesturlandi en almennt á landinu. Hins vegar þau frávik eru að fullu vegna stöðugilda í umönnun og það má kannski sjá að það er kannski sérílega hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, læknar. Allt þetta eru í raun á Vesturlandi er hlutfallslega færri starfsmenn í umönnun svona í þessum flokkum. Það er fyrst og fremst sjúkraliðar hins vegar sem eru fleiri á Vesturlandi hlutfallslega en á landinu. En síðan er kannski svona annar liður að önnur stöðugildi eru bara nákvæmlega jafn mörg á Vesturlandi svona hlutfallslega eins og á landsvísu, en hins vegar er samsetning starfsmannahópsins verulega frábrugðin. Það sem svona hlutfall stjórnanda er umtalsvert hærra á Vesturlandi. Þetta eru náttúrulega með minni einingar líka, en hlutfall stjórnanda er umtalsvert hærra á móti á meðan kannski starfsfólk sem sinnir stoðþjónustu er undir því sem gengur og gerist. Ef við skoðum grafið, þá er það aðeins til að sýna kannski stöðugildi per rými og það er kannski áhugavert að skoða að það voru Brákahlíð samt og Fellaskjól sem voru með lægsta launahlutfallið. Kannski má allavega sjá að það er svo sem ekki þá vegna þess að það sé endilega rekið á færra starfsfólki per rými. Heldur er aðrir þættir sem eru greinilega leiða til þess að launahlutfallið sé lægra en gengur og gerist. Það sé bara nokkuð há ef maður skoða svona fjölda starfsmanna á hvert rými. Umönnun og klukkustundir sem ég nefndi á brandaðan að embætti landlæknis hefur gefið út viðmið lágmarksviðmið umönnun og klukkustundir íbúa eigi að vera 4,65 klukkustundir sólarhring. Ef við skoðum það þá er ljóst að heimilin á svæðinu er ekki að ná því, ekki frekar en landsmeðaltalið er og eru bara frágin talsverð. Og kannski hoppa aðeins á næstu glæru sem er það fagmönnun hlutfall sem er svona sama, þá hefur embætti landlæknis gefið út viðmið að hlutfall starfsmann í umönnun fyrir ekki hlutfall faglæðra umönnun eigi að vera 57%. En svo sjáum að þá eru frávikin líka ansi mikil hér, hvort sem litið á Vesturlandi eða landi í heild sinni. Og það er kannski þarna sem maður hugsar einmitt að einhvers staðar eru hlutirnir ekki að tala saman og til þess að ná hvort sem það er umönnun klukkustundum eða fagmönnun hlutfalli þá þyrfti náttúrulega verulega bæti í starfsmannahópinn í rauninni. Og með hvernig tekjur og launakostnaður eru samsett núna þá er lítið svigrúm til að hækkunar launakostnaðar. Þannig að einhvern veginn eru daggjöld ríkisins launakostnaðar og þessi viðmið ekki að þetta gengur ekki allt í takt allavega. Það virðist ekki vera. Þetta voru svona lykilþættirnir sem við skoðum, líkt og þeir nefndu, þeir félagar hérna undan, þá komum við með nokkra ábendingar og svona vangaveltur úrbætur. Má kannski svona skipta einhverju leyti í 3 liði. Það er kannski svona á tekju- og kostnaðarliðinni og það er náttúrulega það sem að forsvarsmenn heimilina eru statt og stöðugt að vinna að. Það er náttúrulega bara að vera stöðugt að reyna að hámarka nýtingu heimilina og tryggja rétt að framkvæmda á reimatinu sem er þá að meta hjúkrunarþyngda stuðulinn. Það er kannski svona það leiðir sem að hægt að nýta til að hámarka tekjur. Síðan er kannski svona tvennt sem að við veltum upp sem að þyrfti náttúrulega að skoða mun betur. Það er annars vegar hvort það sé mögulega hagstætt að skipta út dvalarrýmum fyrir hjúkrunarrými. Það hefur verið þannig að heimili hafa þurft þá að skipta skiptingin hefur verið 2 fyrir 1
og sem hefur það í rauninni ekki alltaf leitt til endilega tekju aukningar fyrir heimilin. Þannig að það er kannski ekki sjálfgefið en mögulega mætti taka umræðu það. Svo veltu fyrir okkur mundi sérhæfing einstakra heimila kunna að leiða til aukna tekna eða einhverja hagræðingar. En auðvitað eru fleiri sjónarmið sem koma inn í slíka skoðun. Og síðan var það kannski liður 2 sem er bara svona mönnun, vaktakerfi og launakostnaður og kannski út frá gögnunum og því sem ég er búinn að nefna undan. Þá var það kannski fyrst og fremst samnýting á yfirstjórn heimilina. Hvort að hún geti leitt til hagræðingar. Því að allavega hlutfallslega virðist hlutfall stjórnanda er hátt með það sem gengur og gerist. Og sama þá væri hægt að nýta kannski lækna og sérhæfðari starfsmenn með annarkvæm sameiginlegum ráðningum, þjónustusamningum eða eitthvað, hvort að slíkt geti leitt til hagræðinga fyrir heimilin á svæðinu. Síðan er náttúrulega bara líkt og annars staðar og sérílagi þessum rekstri, þá er náttúrulega skilvirk stýring mannauðsmála og samsetning hópsins er náttúrulega lykilatriði í rekstri þeirra. Og að einhvern veginn ná átt að sjá mannaflaþörfina á hverju heimili, vaktakerfinu, samsetning hópsins og síðan kannski ekki síst að skilgreina markmiðum launahlutfall og leggja mat á hvernig er þetta að mæta þeim markmiðum. Og sem er kannski ákveðin inngangur kannski inn í lokaða punktinn og sem er kannski einstaklega mikilvægt hér og í rekstri almennt. Og mér finnst kannski oft ábótavant í bara rekstri fyrirtækja og félaga á Íslandi. Það er að halda markviss áætlanagerð og síðan ekki síst að hafa öflugt innra eftirlit með því. Það er held ég alltaf algengt á Íslandi að menn gera áætlanir, síðan rúmum 12 mánuðin seinna er að tekna upp og athuga hvort það hefur gengið einhver lit eftir. En náttúrulega lykilatriði þá er áætlanagerð er rosa gott og öflugt tól í rauninni til að nýta sér ef þú fylgir henni svo eftir. Þá er náttúrulega mikilvægt að hafa góða áætlun og fylgja eftir hvernig hlutin er að þróast yfir tíma og þá er líka hægt að bregðast við að mönnum finnst þeir að vera að fara út á sporinu. Og til þess að þetta sé gert og hægt að hafa þetta gott, þá finnst okkur hafa náttúrulega góð leið að skilgreina skýr og mælanleg markmið og þá er líka jafnframt nauðsynlegt að vera með trausta upplýsingagjöf og góð tól til að geta greint stöðuna hverju sinni. Það hjálpar öllum stjórnendum eftir þarum til að meta stöðuna, hafa yfir sína reksturinn og hvað má bæta í og hvað þarf að laga. Og svo kannski að loka, hann bara nefndi við svona dæmi lykil mælikvarða sem er að einhver leyti þessi atriði sem við erum búin að fara yfir. En þetta er náttúrulega eins og það er daggjöldin og umönnunarþyngdin og náttúrulega launakostnaðurinn er náttúrulega þunginn í rekstrinum, hann er mikilvægt að sérstaklega góð að sýna hann. Þetta er svona, síðan svo sem í viðauka eru bara ítalegri greiningar og yfirlit sem er svona mótari held ég að við förum í. Þannig þetta er held ég svona nokkuð við erum búin að skauta yfir okkar þátt og sjá þið bara endilega komið spurningar eitthvað er. Kærar þakkir fyrir þetta. Kannski bara bolta nefið á þín Páll aftur. Já, takk fyrir og endurtek bara kærar þakkir. Þetta var fín yfirferð og skýr og góð. Ég held við gefum Bjarka aftur orðið núna og svo tökum við bara saman í lok fundar fyrirspurnir bæði til þín og Bjarka Guðmundur. Þannig að Bjarki var komin vel á veg í sinni kynningu, þannig að bara gefið þér orðið aftur, Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Þið sjáuð vonandi skjáinn hjá mér. Já, sjáum skjáinn. Okay, og flettist núna hjá mér. Já. Gott. Bara takk Guðmundur fyrir þessa yfirferð og bara mjög áhugavert að sjá og þetta er svo sem eins og Guðmundur kom inn á, þetta er landlægt vandamál sem við til að mynda samtöku fyrirtæki velferðarþjónustu höfum verið að fjalla í samskiptum okkar við Sjúkratryggingar Íslands og heilbrigðisráðuneytið og það eru svo sem samningaviðræður í gangi núna þannig að vonandi rætist eitthvað úr þó maður kannski sé ekkert endilega ofurbjartsýnn frekar en vant en það kemur í ljós. En næsta vers er
tillögur hópsins að tilraunaverkefnum aukna samvinnu í öldrunarþjónustu. Að eins og ég kom inn á áðan, þá var í velferðarstefnunni sem var gefin út upphaf árs 2020 lögð áhersla á að unnið verði að samþættingu og auknu samstarfi þeirra aðila á Vesturlandi sem sinna öldrunarþjónustu og sérstaklega verði horft til tilraunaverkefna og nýsköpunar í þjónustu hvað þetta varðar. Eins og Guðmundur kom inn á og við þekkjum öldrunarmál, það er að segja í dag eru bæði á hendi ríkis og sveitarfélaga. Ríkið sér öldruðum fyrir heilsugæslu og sinnir heimahjúkrun og sveitarfélögin sjá fólki fyrir félagslegri heimaþjónustu og síðan rekstur hjúkrunar á dvalarheimilina þá greiðir ríkissjóður daggjöldin þeirra sem reka og þeir sem eiga standa undir rekstrinum, þannig að óháð rekstrarformi og samkvæmt metinni þörf fyrir rýmafjöldi í hverju heilbrigðisumdæmi. Þannig að þetta eru þessi síló sem við höfum söm verið að tala reglulega, það er að segja ríkið sér eitt og sveitarfélögin annað og í sömum tilvikum eru þá sjálfseignarstofnanir sem sinna ákveðnum þættum hvað varðar rekstur hjúkrunar og dvalarrýma og eins dagdvalarinnar. Þær kannanir sem hafa verið gerðar á viðhorfi aldraðra sýna að þeir óska í flestum tilvikum, ég feitletraði orðið flestum af því það er ekki alveg algilt, en auðvitað vilja kjósa langflestir að geta dvalið á eigin heimili eins lengi og stætt og meðan heilsan leyfir. Og umræðan sjálfræði aldraða og einstaklingsmiðaða þjónustu við þennan hóp, sífellt stækkandi hóp, hún verður sífellt háværari og eins og við vitum þá er ljóst að á næstu árum og í rauninni undanfarin ár hefur öldruðum hlutfallslega verið að fjölga mjög hratt með hækkandi lífaldri og í rauninni sem betur fer almennt bættri heilsu. Og við fjölluðum það hvernig best væri að standa því, hvernig að vinna tillögur að tilraunaverkefnum og nýsköpun í öldrunarþjónustunni til að mögulega auka samþættingu og efla samstarf á milli þessara aðila sem að hér veita þessa þjónustu hér í landshlutanum. Og við áttum fund með henni Berglindi Magnúsdóttur sem að heldur utanum og stýrir skrifstofu öldrunar hjá Reykjavíkurborg og þar hefur verið tilraunaverkefni í gangi með svona samþættingu heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar. Mjög spennandi í rauninni verkefni og síðan fundum við með fulltrúum frá fyrirtæki sem heitir Alvikan möguleika hvað varðar nýsköpunar eða varðandi búnað í öldrunarþjónustu, tæknibúnað. Það er töluverð þróun í þeim málum. Og okkur langar að leggja til að eftirtalin verkefni verði útfærð frekar og í samstarfi við þá sveitarfélög á svæðunum og Heilbrigðisstofnun Vesturlands gegnir auðvitað lykilhlutverki í mörgum þáttum, þannig að við leggjum til að það verði aukið samtal og samstarf og þessi verkefni við höfum þau frá lið A og niður í E. Það er A-liðurinn, það er að stofnun endurhæfingarteymis á Akranesi og það er í þessum anda til að mynda sem að Reykjavíkurborg hefur verið að gera. Í B og C lið, það er í rauninni samskonar verkefni á sitt hvoru svæðinu. Það er að segja mögulega nýtt skipulag á rekstri öldrunarmála með stofnun og miðstöð öldrunarþjónustu hér í Borgarbyggð og Skorradalshreppi og síðan í C-lið nýtt skipulag á rekstri öldrunarmála í Dalabyggð og samskonar miðstöð öldrunarþjónustu lögð til. Og svo í D-lið þá tölum við heilsu, eflingu og félagslega þátttöku eldri borgara og í E-lið samráðsvettvang öldrunarmála á Vesturlandi. A-liðurinn, hann eins og ég sagði, það er verkefni og samstarfsverkefni þá sem við leggjum til hjá velferðar- og mannréttindasviði Akraneskaupstaðar við HFE og þróunarverkefni samþætta þjónustu við aldraða. Og samstarfsaðilarnir þau hafa nú þegar átt fundi í Friðturu mögulegt þróunarverkefni og markmiðið er það að efla almennt þjónustu við aldraða, samþætta þjónustu við aldraða í heimahúsum, meðal annars með stofnun þessa endurhæfingarteymis. Og hér er lýsing á í rauninni verkefninu og við horfum til reynslu Reykjavíkurborgar og förum svona yfir það í þessum texta. Og markmið þjónustunnar er að auka sjálfsbjargargetu notenda, lífsgæði og félagsþátttöku í gegnum þjálfun og endurhæfingu. Þannig að mínum dómi er þetta virkilega spennandi verkefni sem vonandi þróast áfram, af því að eins og við segjum ávinningurinn mögulegur að þar tölum við nánari samvinnu
sem mun stuðla að heildstæðri þjónustu, sem ætti að fækka þessum gráu svæðum og mögulega hindrunum í kerfinu, aukin sjálfsbjargargeta, lífsgæði og félagsþátttaka, seinka þjónustuþörf mögulega eldri borgara og sem leiðir til þess að notendur geti búið lengur heima og dregið úr eftirspurn eftir hjúkrunarrýmum og félagslegri heimaþjónustu, stuðningsþjónustu. Þetta var liður A, liður B. Það snýr að hér svæðinu í Borgarbyggð, Skorradalshreppi og þá í mögulega samstarfi við Brákarhlíð og við Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Og eins varðandi sveitarfélög á Snæfellsnesi, hjúkrunarheimilin og Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Að markmiðið að skapa grundvöll að sem skilvirkasti öldrunarþjónustu á Vesturlandi alla daga ársins, að því eins og við vitum að þá eru dagar sem að ekki í rauninni aðgengi að heima hjúkrun og eða félagslegri þjónustu. Við töldum það einhvern tíðan að þetta hátt í 120 dagar á ári af þessum 365 sem eru innan gæsalappa rauðir dagar. Það eru helgar og hátíðisdagar 1. maí, 17. júní og allir þeir dagar sem ræða. Þannig að á höfuðborgarsvæðinu og á mörgum þéttbýlistöðum komið þéttara net varðandi þessa þjónustu, þannig að okkur langar að komast þangað hér á Vesturlandi, þannig að fólki sé gert að kleift að vera lengur heima, en auðvitað erum við búin í víðfeðmu svæði. Og hér er lýsing á verkefninu og við leggjum til að það verði í rauninni stofnuð þessi miðstöð. Ég ætla ekki að lesa þetta orð fyrir orð, ég vona þið hafið náð að lesa fyrir það að vera á náttborðinu hjá okkur í gærkvöldi áður en að fóru að sofa. En við leggjum hér til að það verði hugað að því að mögulega stofna hér 3 svið innan þessara miðstöðvar öldrunarþjónustu. Við erum ekki með beina tillögur hvernig rekstrinum beint skuli hátta, hvort það sé sveitarfélögin á svæðinu, hvert sig eða hvort það búið til einhvern vísir að byggðasamlega eða slíku. Það er í rauninni bara útfærslu atriði, en við tölum hér 3 svið, rekstrarsvið, félags- og þjónustusvið og síðan hjúkrunarsvið. Og ávinningurinn, eins og við töldum upp í A-lið, að við teljum að með nánari samvinnu þá stuðlum við að heildstæðri þjónustu sem ætti að fækka aftur gráu svæðunum og mögulegum hindrunum, og stjórnunin og stýringin og yfirsýnin yrði á hendum eins aðila, þar að segja miðstöðvar öldrunarmála. Við náum vonandi fram mögulega faglegri en örugglega samræmdri stjórnun, og verkferlar verða mögulega skýrari og sem mögulega brúa bil á milli þjónustaðila, þar að segja ríki, sveitarfélag og eða sjálfseignarstofnanir. Og aftur betri yfirsýn, mögulega aukin gæði þjónustu, einfaldari upplýsingagjöf og vonandi með tíð og tíma víðtækari þjónustuframboð en nú er, og alla daga aftur feilletrað. Og síðan, og þetta í rauninni eins og ég sagði átti við mögulega bæði hér í umhverfi heilsugæslustöðvarinnar í Borgarnesi og Borgarbyggð og Skorradalshrepp, og síðan sömuleiðis á Snæfellsnesi þar sem að í dag eru rekin 3 öldrunarheimili og sveitarfélögin með reyndar samstarf félagsþjónustuna, en það eru sóknarfæri í þessum þáttum á okkar mati. Við leggjum sömuleiðis til nýtt skipulag og rekstur öldrunarmála í Dalabyggð, miðstöð öldrunarþjónustu þar, og þar tölum við Dalabyggð, þar að segja Silfurtún sem sveitarfélagið rekur, og náttúrulega svo Dalabyggð með félagsþjónustuna. Við erum líka hér með Fellsenda sem sjálfseignarstofnun inni og Heilbrigðisstofnun Vesturlands, og mjög áhugavert verkefni sem farið af stað núna varðandi samtal Dalabyggðar og Reykhólasveitar sameiningu hjúkrunar- og dvalarheimilana, þar að segja Silfurtúns og Barmahlíðar ef ég man rétt. Þannig að það er mjög áhugavert dæmi og svolítið í þeim anda sem að Guðmundur kom inn á hér í sinni yfirferð öldrunarheimilina. Það er mögulega hægt að ná ákveðinni samþættingu, mögulega rekstrarlega og örugglega faglega með því að auka samvinnu og samstarf öldrunarheimilina. Tölum ekki til að mynda varðandi hjúkrunarfóstrurna, hjúkrunarfræðingarna sem eru þar oft á tíðum einir og bera ábyrgð, að þeir hafi þá ákveðið bakland og mögulega kollega til að bera sig saman við og ráða ráðum sínum. Þannig að það er ýmsir þættir sem má hugað, og ef að Heilbrigðisstofnun Vesturlands kemur síðan aðeins og líka með sitt fagfólk og til að efla netið, það yrði
enn betra. Þannig að aftur markmiðið að skapa grundvöll að sem skilvirkastri og hagkvæmastri öldrunarþjónustu í Dalabyggð og næstum árið kring og helst alla daga ársins. Og lýsingin bara svipuð og í fyrri þætti og ávinningurinn, það er klár tækifæri í hvað varðar ávinning í þessum þætti, hvort sem í Dalabyggð eða í þeim dæmum sem ég nefndi hér áðan, þannig að það verður spennandi að heyra viðbrögð ykkar góðu fundamenn hér á fundunum og síðan í kjölfarið bara við þessum hugmyndum okkar hvað þetta varðar. Og þá er ég komin í lið D sem snýr að heilsu, eflingu og félagslegri þátttöku eldri borgara og þar leggjum við til að öll sveitarfélögin á Vesturlandi, Heilbrigðisstofnun Vesturlands og sjálfseignarstofnanir í öldrunarþjónustu séu aðilar að því verkefni og markmiðið að auka hreyfingu eldri borgara, bæta heilsu og auka félagslega þátttöku. Þetta er svolítið í þeim anda sem að heilsueflandi samfélag hefur verið að vinna og við vitum dæmi verkefni sem tengt við hann Janus Guðlaugsson, íþróttafræðing, doktor í íþróttafræðum, sem hefur komið inn í samfélög víða og það hefur sýnt sig og sannað nú þegar að það bætir það eykur þátttöku, eykur hreyfingu og alveg örugglega bætir líðan í kjölfarið. Þannig að þetta er eitt af þeim verkefni sem var til að mynda það væri örugglega hægt að ná stuðningi og styrk frá hinu opinbera við það tilraunaverkefni að landshlutinn allur sameinist verkefni sem þetta. Mögulega gæti það átt við líka hinn verkefni sem að framan eru talin A, B og C, þannig að það er spennandi að mínu viti og það er mikill áhugi af hálfu hins opinbera að reyna að svona brjóta upp ákveðið munstur í kringum þessa þjónustu alla, þannig að og tala ekki þessa heilsueflingu og félagslega þátttöku, því það í rauninni gerir fólki kleift þá vonandi að vera lengur heima og okkar tillaga er að öll sveitarfélögin á Vesturlandi marki sér stefnu sameiginlega varða heilsueflingu fyrir aldraða og út frá henni verður unnin aðgerðaáætlun með reglulegu stöðumati, eftirfylgni og árangursmælingum. Og HAV og sveitarfélögin í góðu samstarfi samfellu og með áherslu á gæði í sínu starfi útrými óskilgreindum þjónustusvæðum þeirra á milli eða svokölluðum gráðusvæðum í þjónustu við aldraða. Þannig að við erum að bara okkar tillögur ganga í hnotkun út á bara auki samtal og samvinnu á milli allra þessara aðila. Við heyrum ekki það ýkja fjölmenn á Vesturlandi að við eigum að geta aukið samtal og samvinnu og þurfum ekki að láta fjarlægðir þvælast fyrir okkur í þessu eins og fyrir sagði. Við héldum 21 fund hér, þessi hópur sem er að skila þessari afurð hér og við það var engin akstur því samfara að náðist að klára í gegnum netið. Og við erum með þennan þátt í fleiri liðum, það er að segja í þriðja lið fylgst með heilsu og líðan aldraðra, lifnaðarháttum og félagslegum aðstæðum og þar leggjum við til að SSV framkvæmi reglulegar kannanir heilsu og andlega líðan aldraðra, nái beinu samtali við þennan hóp með þeim hætti. Við leggjum til í fjórða lið að heilsueflandi samtöl séu framkvæmd í sveitarfélögum í samstarfi heilbrigðis- og félagsþjónustu, heilsueflandi móttökur séu til staðar á öllum heilsugæslustöðvum og hlutverk beggja þjónustuþátta gagnvart heilsueflingu aldraðra sé eflt. Og þarna þyrfti að vera til samstarfssamningur á milli HAV og sveitarfélagana sem myndi tryggja þessi markmið. Og í fimmta lið að þá erum við með tillögum að öldruðum sé boðið upp á reglulega fræðslu heilbrigða lifnaðarhætti og hafi viðeigandi forsendum til að vernda og bæta eigin heilsu og þarna erum við að leggja til að gerður verði samningu við Símenntunarmiðstöð Vesturlands eins og hefur gefið svo góða raun varðandi fræðslu þáttinn til starfsmanna í öldrunarþjónustunni heilt yfir. Símenntunarmiðstöðin er gríðarlega öflug hvað þetta varðar og hefur bæði mannafla og tæki og tól til að sinna þessu af krafti. Nú í sjötta lið að þá leggjum við til að starfsfólk stuðningsþjónustu og heimahjúkrunar fái viðeigandi símenntun, þjálfun og stuðning til að styðja við heilsueflingu. Þannig lið var ég að klukka með orðanum hér rétt á undan og í rauninni fyrsta lið varðandi það hvaða námskeið nú þegar búið að halda en það sýndi sig að það er veruleg þörf fyrir að starfsfólk í félagsþjónustunni hafi í rauninni einhvern svona einn sameiginlegan samnefnara til að bara leita sér bæði fræðslu og eins bara að fá reynslusögur frá kollegum í landshlutanum að því
oft á tíðum eins og fyrr sagði, fólk svolítið eitt í sínum daglega amstri oft á tíðum og það oft gott að geta leita ráða hjá kollega sem að mögulega hefur upplifað þá hluti sem að einhver annar upplifað fyrsta sinn. Þannig að reynslan skiptir líka máli í þessu og að hafa aðgengi að einhverjum með hana. Og ávinningurinn af þessum liðum eins og bara hefur komið fram, bætt heilsa, fólk getur dvalið lengur heima, minni eftirspurn eftir hjúkrunarrýmum og færri innlagnir á sjúkrahús. Samfélagslegur ávinningur heilt yfir. Nú og síðan að lokum þá leggjum við til að stofnað verði samráðsvettvangur öldrunarmála á Vesturlandi og það í rauninni bara allir þeir aðilar sem að þessum málum hafa komið. Öldrunarstofnanir, sveitarfélög, Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, Heilbrigðisstofnun Vesturlands og skóla- og félagsþjónusta Snæfellsbæjar og markmiðið að efla samtal og samráð á milli aðila sem sinna öldrunarþjónustu á Vesturlandi til að miðla upplýsingum og þekkingu á milli svæða. Þannig að og að SSVAF myndi halda utan þennan þátt. Þannig að svona í lokin að það mat okkar að verkefnin sem var ýtt úr vör til að mynda námskeiðshaldið hafi gengið vel og skilað mjög jákvæðri afurð og það eru mikil tækifæri í auknu samstarfi. Það að efla öldrunarþjónustu með auknu samráði sveitarfélaga á Vesturlandi, HVF, hjúkrunar og dvalarheimilum í landshlutanum, það bara að efla það. Það eru ýmis tækifæri og við í rauninni bara að fram að sögðu þá eru ýmis tækifæri og það eru möguleikar til staðar. Þannig að með þessum orðum í rauninni varpa ég skýrslinu afurð okkar í starfshópnum til ykkar góðu fundamenn og til stjórnar SSVAF til frekari úrvinnslu og umræðu. En takk í bili, en ég svara spurningum og teka það þátt í umræðinni í framhaldinu. Takk í bili. Já, kærar þakkir Bjarki og takk fyrir greinargóða kynningu á skýrslu hópsins. Við erum þá komin að þeim dagskrárlið þar sem við erum að opna fyrir spurningar og ég kalla eftir spurningum frá fundarmönnum og þeir Bjarki og Guðmundur eru þá reiðubúin til að svara varðandi það efni sem þeir hafa verið að kynna hér á fundinu. Þannig að ég bið ykkur að nota rafrænu höndina, það eru ríflega 40 á fundinu, þannig að það mjög gott að við notið rafrænu höndina og það fyrsti fundarmaður sem hefur hvatt sér hljóðs og það hún Laufey Jónsdóttir. Laufey, gjörðu svo vel. Já, komið sæl og takk fyrir greinargóða skýrslu. Það tilhlökkunarefni að taka þátt í að hugsa hlutinu upp á nýtt. Þannig að ég á eftir að lesa skýrsluna betur og vakna örugglega fleiri spurningar en þar sem að bara takk fyrir þessu skemmtilegu vinnu. Það verður, eins og ég segi, tilhlökkunarefni að taka þátt í þessu. Mér langar að spyrja, þetta var bara svona vakti athygli mín að þessi launamunur á milli hjúkrunarheimila á Vesturlandi, bara hver skýringin á því, þetta mismunandi rekstrarform og þá öðruvísi kjarasamningar? Það var nú bara svona forvitni, en síðan það með miðstöð öldrunarþjónustu. Það væri gott að fá nánari skýringar á því, verður þetta þá svona sérstofnun með sér yfirstjórn, ef ég að skilja þetta rétt? Það voru bara þessar spurningar sem að ég vildi fá, ef einhver geti svarað mér. Takk fyrir spurningarna, Laufey, og við skulum bara svara þessum spurningum strax og ég myndi byrja því að biðja Guðmundum að koma inn í launaþáttin sem hann var að skoða og síðan myndi Bjarki aðeins koma inn á hitt og þá mögulega líka launaþáttin. En Guðmundur, gjörðu svo vel. Já, sæl, takk fyrir spurninguna. Það svo sem allar getur svo sem ýmislegt annað legið að baki, það líka, eins og ég sendi, mögulega rekstrarform með Bjarki það ekki, það kannski líka betur. En svo náttúrulega ertu líka með misstórar einingar, það var náttúrulega samsetning starfsmannahópsins breytileg. Þetta náttúrulega, það svolítið erfitt að svona, við kannski fórum ekki það djúpt í að meta hvar þessi mismunur liggur nákvæmlega, en þetta ertu með eins og sérstaklega að kannski eðlilegt að hlutfallis einhverju hærra á minni einingunum og svo framvegis. Og svo framvegis hvar eru,
hvernig hlutfall stjórnenda versus kannski þeir sem eru á einhvers konar lægri launum og þar fram eftir götunum. Þannig að þetta er atriði sem þyrfti líka að skoða nánar til að svona fá fullvissu. Þannig ég kannski get ekki alveg gefið þér mjög nákvæmt svar, náttúrulega pínuloðið, en það er náttúrulega kannski ýmsir þættir sem geta spilað þarna inn í. Já, þetta var bara svona eðlislega forvitni. Já, Takk fyrir. En það eru talsverð frávik hérna á milli heimila líka, þannig að Já. Bjarki bæti kannski aðeins við. Já, ef ég bæti hans í varandi sko launin að ég held að, já, það er bara klárt að öll heimilin að vinna í rauninni í sama kjaraumhverfinu, að þó að það séu 2 sjálfseignarstofnanir, það er að segja Brákarhlíð og síðan í Grundarfirði, að þá höfum við fylgt kjaraumhverfi sveitarfélagana, þannig að það kannski skýrir ekki þennan mun, en ég held eins og Guðmundur segir, heimilin eru misjöfn, það er húsakostur er misjafn, það eru misstórar deildir og eða einingar heimili innan hvers heimilis, þannig að það er kannski oft erfitt að kannski hagræða í mannahaldi, og eins og með nætuvaktir að það er bara ákveðin grunnur sem verður að vel til staðar að fjölda starfsmanna í húsi, sama hvort að heimilismennir eru 12 eða 30. Það er bara þannig, og þannig að þetta liggur annars staðar enn í kjara umhverfinu. Það er í rauninni svona innra skipulagi. Nú varðandi miðstöð öldrunarmála og yfirstjórn, við svo sem ákváðum að forma ekki neina beina tillögu af því, en það væri hvort tveggja mögulegt, þar að segja að viðkomandi aðilar sem að ákveðnum svæðum standa, hvort að þau búi sér til einhvers slags vísir að byggðasamlagi til að halda utan og reka og bera ábyrgð, eða í rauninni bara að búa sér til sína sameiginlegu stjórn á verkefninu og bara með hlutfallsskiptingu þannig, en það sé samt skýrt að þessi miðstöð haldi utan og stýri og mögulega reyna samþætta bara til að reyna að stýra heimsóknum og reyna líka að leita nýrra leiða, hvað var að tæknilausnir og annað slíkt. Þannig að þessi þjónusta er mjög mörgu leiti að algjörlega til fyrirmyndar, en okkur vantar þéttara net. Okay. Þannig að eins og ég, við lögðum ekki til eina konkrét tillögu hvað þetta varðar, Laufey. Nei, takk fyrir þetta. Já, takk fyrir þína spurningu, Laufey, og takk fyrir svörin, Guðmundur og Bjarki, en það eru 2 sem hafa hvatt sér hljóðs, annars vegar Sumarlið og svo Jóna, og Sumarlið var aðeins og undan, þannig ég gef Sumarlið orðið, gjörðu svo vel. Takk, góðan daginn, takk fyrir þessa vinnu, þetta er alveg frábært sem við búum að gera. Það sem ég var að spá með fyrir Guðmund Frey, hvort að hafi verið tekið saman í þessi gröf, annars vegar Reykjavík og svo landsmiðaltal, hvort það sé munur. Og svo fyrir, já, ok. Þeir ekki að klára það bara? Já, og svo fyrir Björn með SSVF, hvort að við fáum sérfræðinga frá þessari öldrunarþjónustu á Akranesi út á land til okkar. Það munar okkur töluvert hvort við erum að keyra eins og Ólafsvík eða Dalir, hvaða vegalengd þeir eru að leggja baki, af því að það munar voða litlu fyrir okkur að fara til Reykjavíkur og nota tíman í annað, en hvort að við fáum þá sérfræðinga á þessa staði út á land, eins og sjúkrahúsið í Stykkishólmi, og þá geta fólk af Nesinu verið að taka styttri bíltúra, sko. Já, þetta var svona það helsta, en takk fyrir frábæra vinnu. Eigum ekki að safna saman og fá spurninguna frá Jónu líka, þannig að svo svarið þið bara hvoru tveggja á eftir. Þannig að Jóna, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Ég ætla einmittlega að fara líka svo í launamálum, sko. Þetta náttúrulega orðið svo breytt inn á þessum elliheimilum. Þetta orðið svo rosalega þungt fólk sem er þarna inni, svo það ekki skrítið og sé eitthvað launakostnaður. Og það verið gaman að sjá bara
launaseðil hjá þeim sem á gólfinu eða hjúkrunarfræðingunum eða því öllu saman sjúkraliðunum og því. Mér finnst sko að hætti ekki að vera mikið að tala að launakostnaður væri of mikill. Laun verða að vera þannig. Það bara svo einfalt. Svo við séum ekki að fá þarna inn fólk, ekki jafnvel talandi íslendingu eins og þróunin í dag. Þetta var á Landspítalanum núna daginn, það voru 5 á vakt, það var engin talandi hjúkrunarfræðingur íslensku. Þetta náttúrulega, svona getum við ekki komið með þróunin á elliheimili. Eða ég myndi, það það sem ég var að tala um. Fólk verður að fá laun, eða ætlum að hafa fólk í þessu. Takk. Já, takk fyrir ykkar spurningar og við köllum þá eftir svörum frá Guðmundi og Bjarka og Guðmundur, ef þú myndir byrja aftur, gjörðu svo vel. Já, ég skal byrja hérna varðandi sumarliða, þá erum við í rauninni með landsmeðaltalið, ekki í Reykjavík. Við höfðum í rauninni áhuga á að reyna að brjóta þetta svolítið sundur eftir bara landslutum almennt, en kannski gögnin buðu ekki alveg upp á það að fara í þá vinnu. En hins vegar væri það náttúrulega mjög áhugavert að maður geti framkvæmt líka bara greiningu, ekki mögulega Reykjavík sér, en ef maður gæti svo flokka algjörlega aðra landshluta, þá væri það náttúrulega mjög áhugavert verður samanburður. En eins og staðinn núna erum við í rauninni bara með landsmeðaltalið. Og ef ég kannski klára þá svona sammálaði með launakostnaðinn, svona þekkjandi líka aðeins, og með fjölskyldumeðlimi þarna í heilbrigðisgeiranum, þá náttúrulega held ég að sé allir sammála að oft á tíðum engin ofurlaun þar, en þetta meira að sýna að mögulega samspil tekna og launa þá eitthvað sem þarf að skoða, að ef það greiðslur sem bera frá ríki eru bara náttúrulega öllu leyti til greiðslu launa, að þá náttúrulega gefur augalega að það lítið eftir til að standa undir rest, sem eru einhverjum 100 milljóna á ári. Og það alltaf bara þáttur sem það þarf að skoða, en á mótið má örugglega alltaf líka gera betur rekstrarlega, en við erum ekki að tala að launakostnaður eða laun hvers starfsmann séu endilega of há. Það ekki punkturinn. Svona, það held ég að ég sé svona búin að svara því sem snýr að mér. Ég held áfram og varðandi einmitt launin sko, og það sem Jónas segir varðandi sko, hjúkrunarþyngdina, að ég held einmitt að við séum aldeilis ekki á þeim stað að vera að tala að sko, þetta sé í rauninni útgjaldavandi, þetta snýst þetta tekjuvandi miklu frekar, og okkar dýrmæta fólk sem sinnir umönnun er ekki ofhaldið af launum, það ekki meiningin, og í rauninni þetta í rauninni alveg þeim anda sem að við höfum rætt við bæði sjúkratryggingar og heilbrigðisráðuneytið, að við þyrftum að það vantar í rauninni bara að daggjöldin lægist til að heimilin geti staðið undir þeim kröfum sem til heimilin eru gerðar, af því hjúkrunarþyngdin hefur verið að stig magnast, fólk kemst seinna inn á þessi heimili, þannig að við þurfum bara að laga raunheiminn hvað peningamálin varðar að þeim aðstæðum, ekki, sko, þetta snýst ekki að skerða laun umönnunarstjætta, síður en svo, af því að það engin ofhaldin af þeim launum, og það þarf bara ákveðna grunnmönnun, eins og ég var að ræða í svari mínu til hann Laufeyjar áðan, að við hér slökkum við ekki ljósin klukkan 5, sko. Það ekki þannig að þetta 365 árið 24 tími senn sem að vaktin þarf að standa, þannig við þurfum bara og ríkið þarf að laga sig að þeim raunheimi. Svo sé ég spurningu frá Magnúsi Bæringsinni á spjallinu varðandi endurhæfingarteymið hjá Reykjavíkurborg og hugmyndina varðandi Akraness, hvort að hún geti ekki flætt yfir á fleiri svæði. Það í rauninni það sem við erum að leggja til með þessari samþættingu og stofnun á miðstöð öldrunarmála, svona þessi hér á Borgarfjarðarsvæðinu og vestur í Dölum, að við gætum í rauninni reynt að laga okkur að því munstri sem búið að byggja upp hjá, ef ekki að segja Reykjavíkurhreppi í þessum málum, að sem mjög spennandi og
og nær þá þessari samþættingu félagsþjónustunnar annars vegar og hjúkrunar hins vegar, þó að það verði náttúrulega aldrei alveg algert samspil þar á milli, en enga síður að það sé aukið og fjölgað innlitum og aðbúnaður allur verði bættur. Svo áttaði ég mikið alveg sumarleið, þú varst að tala sérfræði þjónustu, við komum svo sem ekki inn á það, en kannski misskildi ég þá nálgun sem þú varst með. Bara endilega ef þú vildir endurtaka spurninguna ef ég hef alveg misskildi þig illa, bara fyrirgefu það, en takk fyrir þessar spurningar, bæði. Takk. Það sem ég var að velta fyrir mér að sérfræðingar í öldrunarþjónustu að þeir komi á staðina, heimsæki staðina út á land. Já. Það einfaldara að einn sérfræðingur komi og sinni 10 manns, heldur en að 10 manns fari til Reykjavíkur, eins og í sumum tilvikum og þá munus eitthvað af þeim þurfa að fara í sjúkrabíl. Skil þig, einmitt öldrunarlæknir, öldrunarsérfræðingur sem að væri hreyfanlegur. Við tökum þetta inn á borðið og ræðum við vin okkar hjá HFE í framhaldinu. Takk fyrir þetta. Ég vona að Þura sé að glósa, ég sem hún er hérna á skjánum. Takk sumarliði. Takk fyrir þessi svör. Kristín Hannesdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Kristín. Jú, góðan daginn. Kristín heiti ég, er hérna á dvalarheimilinu í Stykkishólmi. Ég er aðeins að velta fyrir mér með þar sem þetta nú síðustu mánuðirnir okkar hérna í Hólmunum, þar sem að sveitarfélagið er að reka dvalarheimilið. Við höfum verið hérna með 2 dagdvalarrými eða dagþjálfun, almenna dagþjálfun. Nú velti ég aðeins fyrir mér nú þegar við flutningin að þá færist það ekki yfir, þannig að þá svona lítur út fyrir að þessi dagþjálfunar dagvistunarrými sé að detta út hérna í Hólmunum. Og ég held að ég sé að fara með rétt mál og það hefði verið tekið af einmitt í Ólafsvík líka á sínum tíma. Veit ekki hvort dagvistun eða dagþjálfun í Grundarfirði. Við höfum séð hérna að þó svo að það kom alveg tímabil þar sem að þetta er ekki mikið nýtt, en síðan koma líka tímabil þar sem að þetta getur verið alveg að bjarga fólki að vera lengur heima og jafnvel fyrir makan getur þetta verið bara mjög mikið atriði. Og nú heyrum við frá heilbrigðisráðuneytinu að þetta sé eitthvað sem að eigi að vera á borði sveitarfélaga að reka dagþjálfun. Nú veit ég ekki hvernig það er á öðrum stöðum, hvort það eru eins og í Borgarnesi, hvort það er dagþjálfun inn í Brákarhlíð til dæmis. Takk. Takk, ef ég bara tek boltan strax að þá veit ég eins og Akranesi, það er dagdvöl inn á Höfða og það eru 25 rými ef ég man rétt og hér í Brákarhlíð eru við starfrækjum 5 rými og eru með samkomulag við sveitarfélagið akstur einstaklingarna sem til okkar koma. Þannig að já, þetta er á hendi sveitarfélagana víðast hvar. Þannig að þó svo sé gert samkomulag við öldrunarheimilin á hverjum svæði fyrir sig eftir því hvernig umhverfið er. Já, einmitt, ég held að fyrir svona minni sveitarfélög þá getur verið erfitt að reka þetta svona fyrir utan, þetta er mjög þægilegt inn á einmitt öldrunarstofnunum, þar sem að er starfsfólk fyrir, en að fara að reka þetta til dæmis samhliða svona félagsstarfi getur verið að því að það er svona ýmis þjónustan sem fylgir þessu, við til dæmis það er aðstoð við böðun og þetta getur verið fólk sem að þarf bara töluvert mikla svona eftirfylgni. Þannig að mér finnst það er mjög slæmt fyrir okkur hérna í Hólmunum ef þetta dettur niður. Það er hárrétt, Kristín, að þetta á ekki samleið með almenna félagsstarfi aldraðra, af því þarna eru aðrar þarfir oft á tíðum. Og að einhverjum tilvikum geti hentað einhver tími dags en alls ekki að öllu leyti og þarna er líka bara þar að bjóða upp á mat og kaffi og aðstoð við lyfjagjöf og lyfjaintöku og annað slíkt. Þannig að
þetta þarf að hugsa í víðtækara samhengi og þetta er í rýma líka inn í þessa hugmynd okkar og umræðum þessa miðstöð, þessa samþætting og samvinnu. Já, við verðum örugglega fylgjast vel með í því. Takk fyrir. Já, takk fyrir þína spurningu, Kristín, og takk fyrir svari, Bjarki, og Laufey Jónsdóttir hefur beðið orðið aftur. Laufey, gjörðu svo vel. Já, það var bara eitt í sambandi við dagdvalarnar, af því að nú hef ég fylgst náttúrulega með þeirri þjónustu sem Höfði er að bjóða upp á í formi dagdvala, og þetta er svona úrræði sem skiptir gríðarlega miklu máli fyrir fólk og ekki síst fyrir aðstandendur líka. Og nú er oft mikið verið að ræða svona sveigjanlega dagdvalir. Kom það eitthvað til umræðu hjá ykkur að geta boðið upp á dagdvalarúrræði á kvöldinu og helgar, af því það er að gefast vel, og bara spurning hvort þetta hefði eitthvað komið til umræðu hjá ykkur. Það virðist vera svolítið framtíðin. Takk. Takk Laufey, og ég bara stuði strax Páll. Við tókum þetta ekki sko þannig lagið, við ræddum einmitt í þessu samhengi við hann Halldór Guðmundsson sem vann skýrsluna varðandi áherslur í öldrunarmálum til framtíðar fyrir heilbrigðisráðherra á síðasta ári. Já. Og Halldór stóð fyrir þessu tilraunaverkefni sem er farið af stað á Akureyri og hefur, eins og þú segir, að mörgu leyti gefist mjög vel með svona sveigjanlega dagdvöl og jafnvel helgar og á kvöldin. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að taka í framhaldinu til umræðu hér í þessum landshluta og bara í samhengi við það sem Kristín er að segja að ef er eitthvað tvísýnt með framhald eins og vestur í Stykkishólmi og ég veit að þetta úrræði mjög vel nýtt á Akranesi og þetta getur bara skipt sköpum hvað það varðar að fólk þurfi ekki að sækja dvöl á hjúkrunarheimili, að hafa hann sveigjanleika. Já. Og gæti verið hluti af þessari sólarhringsþjónustu sem þið voru að tala um? Já. Eða þessari auknu þjónustu? Já. Takk fyrir. Já, takk fyrir spurninguna Laufey og takk fyrir þitt svar, Bjarki. Það er ekki fleiri sem hafa hvatt sér hljóðs og við erum reynda komin aðeins umfram þann tíma sem við ætluðum okkur að nota undir þessa umræðu. Þannig að nú líður að lokum fundarins og ég ætla þá bara að nota tækifærið og þakka Bjarka og Guðmundi fyrir þeirra framsögn og greinagóða kynningar. Vildi nefna það hér að það hefur verið samþykkt af stjórn Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi sem að raun og veru heldur utan sóknaráætlun Vesturlands sem að hefur fjármagnað þetta verkefni hingað til að það er búið að samþykkja að veita auknu fjármagni í þetta verkefni til þess að það sé hægt að útfæra frekar þessar hugmyndir og við finnum það bara hér á þessum fundi að það hafa komið upp ýmsar spurningar. Þannig að við höfum tækifæri til þess að útfæra þessar hugmyndir frekar og það er þá stefnt að því, en það væri ágætt að ef einhver er með athugasemdir, ábendingar eða eitthvað slíkt í kjölfar þessa fundar, bara endilega senda á okkur hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Þannig að við söfnum í sarpinn og eins og segi, þetta er þá til skoðunar núna. Það er búið að veita fjármagn í þetta og hópurinn hefur tækifæri til þess að halda áfram að skoða þessar hugmyndir sem að búið er að kynna. Þannig að ég vildi nú bara svona rétt nefna þetta í lokin og þakka ykkur öllum fyrir fundinn, gagnleg innlegg og vona að þetta hafi orðið okkur til framdráttar í því að bæta og vinna að öflugri öldrunarþjónustu á Vesturlandi. Ég segi þá bara hér með fundi slitið og þakka ykkur fyrir fundarsóknina. Takk. Takk fyrir. Takk.